Jæja, já, ég ætla bara svona að stikla á stóru, ekkert af þessu var kannski efni í heilan fyrirlestur, þannig að ég bjóð bara til svona subrit. Ég ætla að byrja á þessu sem er kannski stærst og það er alveg svona já, ágætlega stór breyting í bara skráningu og tengist sviði 505. Sem sagt, 505 er leitabært í orðaleit öll deilusvið. En deilusvið T, sem er fyrir titil, er líka sem sagt indexað og er í titlaleit og ef það notað á ákveðin máta er líka hægt að fletta því. Og við sem sagt, já, komumst að því að þeir fórum yfir í Ölmu að svið 740, þar sem eru svona munarlausir stakir titlar sem eru ekki samræmdir eða ekki höfundagreindir, það er ekki flettaflegt. Þannig að við erum með mjög mikið af upplýsingum í þessu 740 sviði sem í raun og veru já, eru svona pínufaldar allavega í flettileitinni. Og svo kom líka upp sem sagt hérna nýlega það var tekin svo ákvörðun að hætta greiniskrá tónlist. Tónlist er ekki lengur greinisskráð í gegni. Auðvitað eru mjög margar gamlar greinifærslur inn í grunninum og við erum ekkert að fara að eyða þeim, en það hefur sem sagt, já, alveg í svolítinn tíma ekki verið greinisskráð sem sagt, nýtt tónlistarefni eða nótnaefni. Þannig að við erum að hugsa að þetta deilisvið T, það getur svona kannski aðeins bætt upp fyrir þetta og þá 740 sviðið. Við erum ekkert að fara að eyða gamlum 740 sviðum eins og stendur, þannig að það verður líka sem sagt, ennþá inni, en við ætlum sem sagt, ekki til að nýjar bókrafærslur innihaldi svið 740. Þannig að ef að þið viljið gera grein fyrir aukatitlum sem að passa ekki 730, 700 með $T eða 710 með $T, þá mælumst við til að það sé notað 505 $T. Og þetta er í raun og veru kannski pínur svona, ef við erum að hugsa skráningar, já, hvernig við erum vön að skrá, þá erum við alltaf vön að bæði að lýsa og gera leitaratriði. Þannig erum við í raun og veru að gera bæði í sama sviðinu. Þannig að ef að þið skráið svona þannig að sleppið við sko að telja allt upp í 505 og setja 740 svið. En ef að þið eru að fara að nota 730 eða 700 þá þurfum við ennþá að lýsa í 505 og gera leitaratriði í hinum sviðunum. Þannig að þetta er pínu skítamix, en ég ætla að sýna ykkur bara hvernig virknin er á bakvið þetta og þetta er ekki fullkomið. Maðurinn minn verður mjög ánægður því ég ákvað að draga upp hérna plötu sem hann gaf út þegar hann var 30. Og ég er búin að skrá hana rosa fínt núna, hann finnst allstaðar. Þetta var sem sagt skráð svona. Á einhverjum ástæðum var þessi plata ekki greinskráð, heldur voru bara lögin í 740 og ég tók sem sagt þarna lag nr. 2 á plötunni og ég leitaði í titlaleit og þá finnur hún réttan disk. En svo fór ég að fletta og þá lítur þetta svona út. Þið sjáðu að ég er þarna með í leitagildinu sama titil og hún finnur ekki neitt af því að 740 er ekki flettaleitinni. Ég breytti þessu og skráði þetta sem sagt eins og er þarna uppi, setti sem sagt stakt 505 svið fyrir hvern og einn einsta titil. Og þá er hægt að fletta öllum þessum titlum. Þá eru þeir bara stakir í flettileitinni og vísa á rétt. Þetta má gera, en það þarf ekki. Það má líka gera svona. Þarna sjáum við sem sagt að þarna eru 505 svið fyrir sitt hvora hliðina á plötu og hver og einn titill er í sér deilusviði, en allt í sama sviðinu. Og þá hegðar það sér í raun og veru alveg eins og 740 sviði gerir. Það finnst í titlaleit og það er hægt að fletta fremsta gildinu. En ekki, sjáum við þarna er ég að leita að
titlinum sem fremst í fyrsta deilisvið T í sviðinu og hann finnst í flettileit, en svo ef ég prófa þennan aftasta þá finnst hann ekki. Þannig að við erum komið, þetta er skör ofan 740 svið að þið finnir fyrsta titilinn en ekki hina. Og þetta má líka gera. Hvað segir þú svo? Já, það gerðist eitthvað. Við ætluðum sem sagt, Við ætluðum sem sagt að hafa þetta bara svona og vorum búin að testa það og það virkaði í flettileitinu fyrir alla titlana. Svo vitum við ekki hvað gerðist og núna virkar þetta ekki. En þú veist, í raun og veru, þú veist, við erum þarna með alveg aðskilin gildi í sér deilisviði. Við erum ekki að rýra gögnin okkar neitt mikið með því að gera þetta svona. Og já. Það er búið að uppfæra leiðbeiningarnar í Haskinu, það eru einhver dæmi komin inn og líka í 740 að við mælumst til þess að ekki nota það lengur. Það er ennþá inni síðan ef að þið viljið eitthvað skoða en ég hugsa mögulega bara fljóta að verða hún tekin út. En 505 það er búið að uppfæra, þið með endilega lesa ykkur gegnum þetta og gá hvort þetta sé nógu skýrt og senda það ábendingar bara á Hask Landsbókasafn ef að þið viljið koma með athugasemdir. Og eins ef þið með eitthvað geggja juicy dæmi, þá má líka senda okkur þau, af því að það vantar alveg fleiri dæmi inn. Já, hérna er bara eitt dæmi í viðbót. Þetta er sem sagt bók sem er með 3 skáldsögum eftir Sjón og hún er þýdd á ensku. Þannig hún var sem sagt skráð í svona efra dæmi, sem sagt 700 svið með deilisvið T með titlinum á íslensku en það stendur hann sé á ensku í bókinni. Og af því að við erum ekki með nafnmyndafærslur á bak við þetta, einhver tíman þegar við búum til rosa margar nafnmyndafærslur, sjá hvað er lítið að gera hjá okkur í nafnmyndavinnunni, þá getum við búið til nafnmyndafærslu fyrir svona titla. Það sem að væri þá sem sagt enski titillinn í 400 sviði, í frávísunarsviði í nafnmyndafærslunni og þá þurfum við ekki að gera þetta. Þannig að við erum í raun og veru líka að spara okkur sporin inn í framtíðina með því að setja þetta sérst svona fram eins og það er á neðra dæminu. Þá erum við ennþá með þessi 700 svið, einhver tíman býið til nafnmynd og þá verður þetta allt rosa fínt. En þangað til eru titlarnir upp í 505 í deilisvið T og þá eru þau leita bara í titlaleit. Ok. Næsta mál á dagskrá eru greinifærslur og greiniskráning. Og eins og ég sagði ykkur áðan þá erum við hætt að greiniskrá hljóðritatónlist og nótur. En eldri greinifærslur eru ennþá inni. Og eins og Sigrún sagði líka áðan þá er ótrúlega mikið náttúrulega í gangi í Ölmu á nóttunni og þeir sem er í greiniskráningu hafa tekið eftir því að þegar þú skráir greinifærslu á mömmu þá sjáu þið engin tengsl þar á milli strax því að það gerist í keyrslu á nóttunni. Og svo var líka breyting á því í vetur að núna er sem sagt komið inn kemur inn önnur keyrsla af því að greinifærslur í kerfishöguninu okkar eru bara upp í landskjarna. Þannig að þó að þú eigir móðurfærsluna, eigir eintak á móðurfærslunni, þá eru greinifærsluna bara upp í landskjarna. Þannig að það sem er gert er að á hverri nóttu eru líka allar nýjar greinifærslur teknar og þær eru keyrðar niður í safnakjarnana. Það er ekki alveg eins eftir öllum safnakjarnum, sumir safnakjarnar fá allt, aðrir fá sumt og einhverjir fá ekkert. Það er allir fá allt nema grunnskólanir. Allir fá allt nema grunnskólanir. Það sem ekki með greinifærslu. Já. Einhver grein sem skráð og þannig að við breytum því. Já. En hins vegar hef ég verið að argast í tölfræði og það er ekki jafn margar greinifærslur í öllum safnakjörnum. Dularfull. Það er þetta ekki, já. Þetta er ekki fullkomið verklag að gera þetta svona og auðvitað þýðir þetta líka það sem sagt að þið fáið alla greinifærslur, alveg burtséð frá því hvort þið eigi mömmun eða ekki, þannig að þið eru kannski með greinifærslur fyrir eitthvað viðfang sem að er ekkert í ykkar safnkosti. Þannig að þetta er ekki fullkomið en þetta er svona núna og þetta gerist líka hverja nóttu, þannig að fyrst eru sem sagt mömmur og börn tengd og svo eru öllum næstu því öllum greinifærslum hlaðið niður í safnakjarnana. Já, og svo er eitt í viðbót með greinifærslurnar og þetta er líka búið að vera í gangi
Í einhver tíma, ég man ekki hvernig við byrjum á þessu, en það er búið að breyta, þannig að það sem er greinskráð í gegnum núna eru tímaritgreinar og bókakaflar, bæði rafrænir og fýsískir. Og fyrir nokkur síðan þá tókum við ákvörðun það að ekki búa til sikkur greinifærsluna fyrir grein sem kemur út á mismunandi miðlum eða í mismunandi ritum. Og þetta var náttúrulega mjög hjálplegt þegar við vorum ennþá að greiniskrá tónlist og við vorum með sama lagið á vínil, geisladisk, kannski snældu og svo kannski höfðum við líka komist yfir streymiseintak og þá voru þetta 4 greinifærslur. En nú er þetta bara 1 greinifærsla og svo er bara tengt í báðar mömmurnar, þannig að það er bara fleiri en 1 773 svið. En þetta þýðir að þegar þið eru að greinskrá þá þurfum við eiginlega að leita áður en að þið byrjið. Af því að ef það er til, ef það er búið að greinskrá prentuðu bókina og þið eru með rafbókina, þá er nóg fyrir ykkur að taka bara prentuðu greinifærsluna og bæta í hana 9 773 sviði sem að inniheldur þá titil 9 móðurfærslunar, staðsetningu innan 9 móðurfærslunar, færslunúmer 9 færslunar og svo ISSN eða ISBN ef að það er til staðar. Það sem þarf að gera aukalega er að það þarf að fjarlægja svið 337 og 338 ef að þetta er sikkvor miðillinn. Þá er eingöngu 336 fyrir innihaldið. Við getum að því að það er ekki sama miðlun og ytri gerð fyrir báðar greinarnar. En þetta breytir því ekki að við erum föst í því Ölmu að við verðum að vera með einhvers konar tegund viðfangs á færslunni. Hún er annaðhvort prentuð eða rafræn. Eða geisladiskur eða vínill. Þannig að reglan er sú að við látum bara svið 007 og lítirinn og 008 standa óbreytt, þannig að það stendur fyrir framan okkur leitarniðurstöðunni að þetta sé prentaður bókakafli en hann er í raun og veru bæði. Þannig að já, aftur pínu skítamix. Og þetta er allt í handbókinni undir greinifærslukaflanum sem er undir skráningarleiðbeiningar og þar er líka hellingur annað greinskráningu. Kannski eftirlega geta þess líka að það eru líka svona í farvatninu að endurskoða þess greinskráningu sem heild í gegni. Bara, já, það koma tilkynningar það seinna. En enn sem komið er þetta svona. Svo eru bara svona nokkrar, já, svona ábendingar og eitthvað svona. Ég var að ræða við einhverja daginn og það er náttúrulega mjög misjafnt hvernig fólk lærði að skrá í Ölmu. Þeir sem höfðu verið með skráningarleyfi, þá vorum við þarna í innleiðingunni og það voru bara svona stuttir Teams-fundir þar sem að ég fór yfir allt og svo var fólk svolítið bara sóló bara með haski til hliðsjónar. En svo náttúrulega fólk sem hefur fengið skráningarheimild eftir við fórum yfir í Ölmu er búið að koma 3 daga námskeið, þannig að það er kannski svona aðeins mismunandi hvað fólk hefur fengið miklar upplýsingar bara kerfið. Og ég frétti þessu daginn að fólk væri svona að gleyma þessu eða vissi ekki að þetta væri hægt. Kannski eru þau öll með þetta á hreinu en ég ætla bara að segja þetta samt, en það eru þarna litlu 3 punktarnir aftast í hverju sviði, þar sem er hægt að smella á upplýsingar svið og þá splittast ritillinn og þið fáið beint síðuna í haskinu fyrir viðkomandi marksvið. Þetta er mjög þægilegt. Þannig að þá þurfum við ekki að vera með annan glugga með haskinu og fletta ykkur í gegnum svakalega menjúin sem er inn í haskinu. Svo er, já, aftur og aftur, við erum alveg að taka pínlítið eftir því að það er svolítið af sóttum færslum í kerfinu sem einhverju hefur sótt og vistað og fara svo bara tengt eintakið sitt og ekki gert neitt meira. Þannig að það er ekki leyfilegt að sækja færslur og vista þær án þess að fara yfir þær og aðlaga að þeim kröfum sem við gerum í gegni. Það þýðir ekkert að þetta séu slæmar færslur, en við erum bara með
ákveðna staðla sem við viljum hafa í okkar færslum sem eru bara aðrir heldur en í Svíþjóð eða í Library of Congress. Og alla jafna gilda bara sömu reglur innflutta færslur og þær sem eru frumskráðar skulu vera skráðar samkvæmt RDA í samræmi við ákvarðanir skráningaráðs. Það eru samt nokkrar undantekningar á þessu og inn í haskinu líka gátlisti. Það eru þannig leiðbeiningar undir Alma kerfið hvernig skal sækja færslur og fyrst kemur bara svona hvernig þið gerið þetta og svo alveg neðst gátlisti hvað við þurfum að pæla í. Og þetta skiptir líka rosalega miklu máli upp á það að tölfræðin hennar Sigrúnar sé rosa fín. Og síðasti punkturinn sem ég ætla að fara í eitthvað sem held ég sagt á hverju einasta ári og það eru blessuðu skemmri skráningarnar. Við Landsbókasafni, við notum skemmri skráðar færslur til þess að koma efni í ferli innan hús. Ég held að ég sé að fara með rétt mála að sé engin annar að skemmri skrá nema við. Og þessar færslur eru svo búnar til í aðfanga, af aðfangafólkinu okkar, í skylduskilum og svo í þeim sem að kaupa efni. Og þetta fólk ekki skrástjórar. Það býr bara til skemmri skráningafærslu út frá færslusniði og pantar svo efni og tengir forða á eintök. Þetta ekki gert nema að sé hvergi tilfærsla. Auðvitað ef tilfærsla þá ekkert að skemmniskrá. Ef að einhver sem að kaupa inn erlent efni finnur færslu í erlendum gagnagrunni þá hún sótt. En hún ekki yfirfarin eins og ég var að biðja ykkur að gera á fyrri glærunni fyrr en að skrásetjari kom með inntaki í hendur. Þannig að þegar það búið að setja inn eintök og pöntun og allt það, þá fer viðfangið upp í skráningarhilluna og skrásetjari fullskráir efnið. Og við breyttum aðeins verklaginu hjá okkur fyrir svolítið síðan og almennt séð alls ekki mjög langur tími núna frá því að skemmri skráningarfærsla sett inn og þangað til hún fullskráð. En það náttúrulega misjafnt, sérstaklega álagstíminn fyrir jólin, þá auðvitað aðeins lengri tími bara því það svo mikið efni að koma inn og stundum þegar það verið að panta bækur, kannski erlendis frá og þær eru lengi á leiðinni, þá eðlilega séð bíður færslan þangað til að skrástjóri með hana fyrir framan sig. Þannig að það sem mig langar að segja skemmri skráningarfærslunar það að alveg eins og að ef þú með bók og það ekki til neitt færsla þá frumskráir hana, þú með skráningarleyfi. Ef þú með bók og þú sér skemmri skráningarfærslu þó að við höfum búið hana til, þá bara ætlast til þess að þú fullskráir hana. Af því að það aldrei að vita hvenær við komum að henni og þú með bókin í höndunum, þú hefðir annars frumskráðana. Við erum öll í þessu saman, við eigum öll þessar færslur saman og þetta bara svona almenn kurteisi við bæði aðra skrástjóra og líka bara alla í söfnunum sem eru að tengja við færslurnar, að klára bara skemmri skráningarfærslur. Við eigum þær ekki. Og á endanum kemur svo alltaf líka skrásetjari og fer yfir hana, sérstaklega yfir íslenskt efni. Þannig að já, ég held að ég hafi lokið máli mínu. Já. Það var strax spurning. Já. Já, þetta enda mjög gömul færsla. Já. Já. Þetta nú með. Já. Já, var það, ég held að sé ekki færsluna sjálfa. Já. Súsanna? Já, sko, það náttúrulega fullt af færslum inni í gegni þar sem tónlistarfærsluna sem annað einstaklingur hljómsveit í 100. Það alveg hægt. Ef við erum að stór framvísverk. En ef við tala dagatónlist, þá fer alltaf á titil. Ég held ég að við setti fólkdæmdeg sem þú varst að spila með. En það sem hægt að gera núna til þess að eitthvað svona hljómsveita einstaklingur sem á mest aðeins kannski diski, þá best að setja það fyrst í 700. Eða svona auðvitað hljómsveit, þá setjum við 710X og svo kannski einstaklingarnir sem koma sögum. Í gamla keppni var þetta ekki hægt. Þá koma allar 700 fyrst og 710 fyrir neðan. Nú getum við stjórnað
og við erum ekki, við alveg það áhverju nú eftir yfirfaldandi mikið tónlistar hluta hassins, en sem það fyrir síðan það ákvaðum við að til dæmis ef það hljómsveit, svo eftir hljómsveit ekki, Jú. þá myndum við setja bot í 710, svo koma kannski með hljómsveitarmenn. Þannig að þá sér maður í leiti.is fyrst það sem aðalatriði í samfélagi. En svo bara ég tek eftir þess að það er massa breytingar sem það þarf að gera herskinu núna. Það er gigantískar og bara að þakka fyrir þann. Ritstjórnum hersksins og starfsmönnum að leggja í þessa vinnu og svo líka kreditið til þess að við búið til eina massa færslu eins og fyrir þessa færslu þarna. Að það sé bara dæmi inn í herskinu að bara full færsla frá A til Ö með öllum ísum og sviðum og öllum. Það eru, Ekki neinum bitum. Nei. Þessi færsla líka út með svona alveg. það hefur óskæftir þess að fleiri heilum dæmum í haskinu og þau eru undir þessum skráningakafla sem ég var að tala og það eru sem sagt bara skjáskot úr Ölmu en við megum alveg eflaust bæta við fleirum þarinn. Þannig, og uppfæra, já. Sérstaklega það sem þetta er diskin með Birni, það sem var það sem var að syngja lög en einhvern öðrum, það geti einhvern lag og svona bara góða færslu í herskinu þar sem allt þetta er skipt vegna að vikla þetta. Góð ábending. Við þurfum að fara að setja inn nýju uppfærð dæmi, bæði svona litla stubba og heil dæmi. Einhverju fleiri með spurningar eða athugasemdir? Já. Það gerði spennandi aðgerði gerða sýnilegri á forsíðu landskerfis. Það kunni bara til því sem nú tókum ný fundargerðskráningar á hún hér. Ok. Það er bara góða bending. Sigrún færir það til bókar að fundargerðir skráningar og verði bara mjög sýnilegar á vef landskerfis. Já, þetta er mjög falið finnst mér það. Já. Þetta var líka að gera það efnisöfnur á því ekkert að það við gerum. Það eru fyrst með fundargerðum. Ég veit ekki alveg hvað sendar að landskerfi bara mjög oft. Er ekki bara svona efnisorðar á síða eins og skráningar á síðan, þar sem ykkar ákvarðanir eru birtar? Já. Já, ég veit bara að ræða þetta. Já. Reynum að finna lausn. Ok. Þetta er nefnilega gamla vefnum internet. Já. Ég er alveg samanlega, þetta er falið. Ég er að sýnilega. Einar stund, bara ást með 505 þannig og í neðlinni þá ertu með TS-við á eftir skástriki en í... Já, þetta eru bara fljótferðnisvilla. Ég laga þetta núna. Já, þetta á ekki að vera svona. Nei. Ég skal laga þetta. Skástriki þetta er það flýtendalinn. Já, en það er ásamt Arnar og JFDR, það er á ekki að vera T. Þetta er mjög vel spottað. Já, þetta er bara ég að flýta mér. Ég held bara að því að ég er með svona reynslu eftir svona og svona... Ég geri það líka. Ef það er ekki stafningavilla, þá tekur fólk ekki eftir því. Þú verður að setja eina hlutu. Já, þetta var viljandi, ég gerði þetta viljandi. Nú munið þetta öll. Það var allt með aðeins. Eitthvað fleira? Ok, þá bara hleypi ég Dodda að hérna með loka